bang! Já, komið sæl. Hún víðáttumikil laðin hérna fyrir Sunnaland og hún hefur stjórnað hjá okkur austanáttinni núna undanfarið. Það sem gerist næst að laðin færir sig hérna hægt og rólega austur á bóginn, fer hérna í átt að Breiðdalseyjum og veldur þar talsverðri úrkomu og vindi. En þegar hún fer hérna austur á bóginn þá fer vindur að snúast til norðlægrar áttar hjá okkur og það mun væntanlega gerast á föstudaginn að þá verður komin ansi ákveðin norðanátt og síðan verður nú norðanátt einnig hjá okkur laugardaginn þó hún verður nú svona minni því að það er hæðarsvæði hérna yfir Grænlandi sem er svona hægt og rólega að teygja sig í áttina til okkar og á sunnudaginn þá á þessi hæð að vera farin að ráða ríkjum hjá okkur og þá ættum nú að geta búið til fínasta veður nánast allt land. En ef við lítum á hitasviðið að þá er nú milt veður hjá okkur og það er nú gert ráð fyrir að það haldi áfram næsta sólarhringinn en síðan á föstudaginn þegar að svona norðanáttin fer að svona byrja að taka völdin þá sjáum við hvernig kalda loftið nálgast okkur og það fer að kólna hjá okkur sérstaklega fyrir norðan og síðan á aðfararnótt laugardagsins má nú alveg gera ráð fyrir því að það verði næturfrost hérna fyrir norðan. En ef við skoðum aðeins þróunina núna næsta sólarhringinn að þá er sem sagt mjög ákveðin austanátt hjá okkur sérstaklega hérna við suðurströndina og það er úrkomusvæði sem liggur svona hérna á Suðausturlandi svona alveg frá Austfjörðunum og niður að Mýrdalsjökli og það er gert ráð fyrir að þessi austanátt muni nú halda áfram næsta sólarhringinn með úrkomu suðaustan til og jafnvel strekkingsvindi hérna allra syðst. En norðan til er nú gert ráð fyrir að verði þurrt og það án reyndar að fara að þykkna upp svona á morgun helst að það megi búast við því að sjáist til sólar hérna á Vesturlandi á morgun en það verður hlýjastu hitatölurnar verður nú væntanlega hérna á Vesturlandi þar sem hitinn gæti farið upp í 16-17 stig en annars er nú alveg þokkalega hlýtt á öllu landinu. Nú síðan ef við skoðum síðan þróunina frá með annað kvöld að þá sjáum við hérna út frá Vestfjörðunum er svona norðausturáttin að byrja að láta vita af sér og það getur nú bara verið orðið allhvasst eða hvasst á Vestfjarðamiðum en síðan þegar að líður á nóttina þá sjáum við svona hvernig norðanáttin er svona að byrja að taka völdin og hitatölurnar einnig líka byrjaðar að lækka, komin niður í 4-5 stig hérna fyrir norðan og þá má gera ráð fyrir því að það verði þungbúið hérna landið norðanvert og einhver úrkomi hérna norðaustan til og síðan verður nú væntanlega hérna bjart landið sunnanvert og þar verða líka hæstu hitatölurnar en það má nú gera ráð fyrir því að það verði strekkingsvindur á föstudaginn og gæti þá svona orðið svolítið svalt í norðanáttinni. En á laugardeginum er svona áfram norðanátt í kortunum hjá okkur gert ráð fyrir því að það verði þungbúið hérna landið norðanvert og einhver úrkoma áfram norðaustan til en það verður nú svona byrjað að draga úr norðanáttinni og síðan á sunnudeginum að þá er gert ráð fyrir að það verði komin svona hæg breytileg átt hérna hjá okkur víðast hvar, hæðin farin að stjórna veðrinu hjá okkur það er nú orðið fremur svalt í veðri einkum hérna landið norðanvert þar sem við erum að sjá hitatölur upp á ekki nema 4-5-6 stig en sunnanlands verður nú heldur hlýrra og það er sem að hitatölurinn gæti nú svona verið nálægt 10 stigum. En það er nú spárinu að gera ráð fyrir að verða einhvern svona smá læðardrag sem að nái nú að skjóta sér hérna upp að Suðurlandinu og en skulum sjá hvernig það gengur eftir því að það er nú svona ennþá langt í sunnudaginn en allavega þá er nú gert ráð fyrir því að almennt séð verði hér fínasta veður á landinu. En á morgun hjá okkur verður sem sagt ákveðin austanátt sérstaklega hérna við suðurströndina þar sem gæti jafnvel orðið allhvasst eða hvasst og það verður úrkomu samt hérna suðaustan til en annars verður nú svona almennt þurrt á landinu og gæti nú orðið bjartast hérna vestanlands og þar verða einnig hæstu hitatölurnar. En við skulum segja þetta gott að vera í bili, verið sæl.